Hér verkefni með jafningjamati í Feedback Fruits frá sjónarhorni nemanda. Tölusettu skrefin gefa til kynna hvernig kennarinn setti upp verkefnið. Fyrst kemur verkefnislýsingin, nemandi sér nöfn hópfélaga sinna, því næst svæði til að skila verkefninu. Þá kemur jafningjamatið sjálft, í þessu tilfelli einnig farið fram á sjálfsmat og þar sem hópverkefni að ræða þá metur nemandinn verkefni eigin hóps í sjálfsmati. Til að byrja að meta smellir nemandinn á Start Reviewing, velur það viðmið sem hann að meta, velur einkunn og skrifar athugasemd ef það leyft eða þess krafist. Það líka hægt að tengja athugasemdina við tiltekinn textabúrt. Nemandinn getur smellt á Finish Later og klára matið síðar. En þegar nemandinn hefur lokið við allt sem krafist í jafningjamatinu, birtist Done-hnappur sem smeltir á. Eftir það geta samnemendur lesið matið frá honum. Hér á nemandinn að velja sína bestu athugasemd sem hann gaf í jafningjamatinu. Það hvetur nemandann til að vera gagnrýninn á það hvernig hann metur. Því næst á nemandinn að lesa endurgjöfina sem hann fékk. Hann smellir til að skoða og skrollar í gegnum einkunnir og athugasemdir frá samnemendum. Þar sem kennarinn setti jafningjamatið upp sem nafnlaust, þá eru gerfinöfn í stað raunverulega nafna. Einungis nöfn þeirra nemenda sem eru með nemandanum í hóp eru sýnileg. Hér fer kennari fram á að nemandi ígrundi verkefnið, hvað gekk vel og hvað var erfitt, hvað nemandinn lærði á verkefninu, til dæmis varðandi jafningjamatið eða verkefnisvinnuna og hvað hann myndi gera öðruvísi ef hann gerði verkefnið aftur. Því miður hefur nemandinn í þessu tilfelli mist af skilafrestinum svo hann þarf að sleppa þessu eða athuga hvort kennarinn sáttur við að framlengja skilafrestin. Leið og kennari birtir einkunnir, sér nemandinn einkunnar sínar hér neðst. Í þeim kemur fram vægi einstakra þátta í verkefninu. Í uppsetningu verkefnisins getur kennarinn valið hvaða þættir verkefnisins eiga að gilda til einkunnar og hve mikið vægi hver þáttur hefur. Kennarinn hefur ávallt yfirlit yfir framvindu nemenda og getur fylgst með hvort einhverjir eru að heltast úr lestinni. Það líka hægt að skoða framvindu nemenda í hverju skrefi verkefnisins. Ef nemandi eða kennari lendir í vanda með Feedback Fruits þá ávallt hægt að leita eftir aðstoð með því að smetla á hjálpa-hnappinn. Venjulega svarað innan 5 mínútna. En þetta komið að sinni. Takk fyrir.